Hér eru komnir tveir hagfræðingar sem hafa reyndar verið mjög áberandi báðir upp á síðkastið, Gylfi Zoëga og Jón Daníelsson. Ég ætlaði nú reyndar að byrja á því að tala um þessa grein sem þið skrifuðu saman í Morgunblaðið núna í vikunni og mér fannst það ekki vekja eins mikla athygli og hún átti skilda. Og þið eru beinlínis að skrifa grein um það hvernig verði hægt að vernda fjölskyldurnar og fyrirtækin fyrir þyngstu höggunum. Gylfi. Og ég held að myndin lítið þannig út að það eru tvær kreppur í gangi. Það er gjaldeyriskreppan, hrun krónunnar 8. október og fréttirnar hafa verið mikið hana. En svo er fjármálakreppan núna á fullu blússi og hún er það að lenda á venjulegu fólki og er að lenda í uppsögnum, atvinnuleysi og væntanlega á næstu mánuðum er að fjölskyldur lendi í hremmingum með sínar afborganir á lánum. Og svo við vorum að leggja til nokkrar lausnir á þessari akút fjármálakreppu heimila og fyrirtækja. Og svo ef við gerum kannski bara aðeins inngang áður en ég gef Jóni orðið, að þá eðli vandans er skuldsetning heimila og fyrirtækja. Við búum hérna í þessu auðuga landi, en það er efnahagsreikningarnir, það var mikið af skuldum. Heimilin skulda of mikið, fyrirtækin skulda of mikið. Og við vorum með nokkrar leiðir til þess að reyna að draga úr þessari skuldsetningu og setja það á oddinn að bjarga sem flestum fyrirtækjum og heimilum frá hremmingu. Og einföld leið er einfaldlega svo að hafa það option að breyta skuldum í eigið fé. Þannig að, segjum ég á mitt hús, mjög skuldsettur á erfiðleikum með að standa í skilum. Og þá bjóðist mér sá kostur að lífeyrissjóðir eða íbúðalánasjóður eignist hlutdeild í mínu húsnæði og það minnki þá mína afborgunarbyrði. Og síðan fái lífeyrissjóðan aftur sem hlut þegar ég sel eða ekki keypta á honum síðan. Þannig að þetta er ein leiðin til að leysa greiðsluvanda heimilanna og líka fyrirtækina. Þegar núna eru fyrirtækin að verða gjaldþrota og koma í ríkisbankana og í staðinn fyrir að það séu ríkisstarfsmenn sem er að ákveða hver á að lifa, hver á ekki að lifa og skera niður skuldirnar, að þá sé fyrirfram tilbúin pakki að ef þú getur ekki staðið skilum, þá gefur upp eignarhald, eigin fé. Þannig að ríkisbankin eignast þá hluta af fyrirtækinu og þannig að fyrirtæki heldur áfram en eigendurnir þurfa að gefa eftir hluta af sínu eignarhaldi og síðan geta það keypt það aftur síðar eða svo framvegis. Þannig að þetta er ein lausnin. Það segja að breyta skuldunum í eign lánardrottnanna. Skuldunum í eign lánardrottnanna. Og þá er hægt að breyta öllum þessum efnahagsreikningum. Þannig að En er þetta hægt með einhverju pennastriki bara? Þetta virkar einhvern veginn einfalt? Það þarf að breyta lögum með lífeyrissjóði, ég veit það, til þess að þeir megi eiga fasteignir. En þetta eru alveg einstakir tíma og það sem Jón var nú að benda á í fyrirlestri á föstudaginn að þessi venjulegu ráð duga ekki núna. Það eru þvílíkar hremmingar framundan, þúsundir manna að missa vinnuna, þvílíkar hremmingar framundan að það þarf að gera hluti sem væri ekki gerðir í venjulegu árferði. Og þetta var eitt af því sem væri gert. Og svo hefur Jón fjallað hvernig Seðlabankinn kemur að þessu og það er ekki best að hann lýsi því. Jón. Svona við höfum kannski fengið tvenna gagnrýni á þessar tillögur okkar. Í fyrsta lagi það að hvað áhrif hefur þetta verðbólguna og hins vegar hvort sé lagalega framkvæmanlegt. Verðbólguna, þið eru náttúrulega að tala um að prenta peninga. Það þarf að fjármagna þetta einhvern veginn. Seðlabankinn getur aukið peningamagn í umferð mjög auðveldlega og nota það peningamagn til að borga þetta upp og það náttúrulega hefur ákveðin verðbólga áhrif. Hins vegar eru tvö atriði sem mæla gegn þessu. Í fyrsta lagi það að verðbólgan á Íslandi hún er mjög lág, jafnvel nálægt núlli núna því að laun eru að lækka og verðlagi er að lækka frekar en ekki og það er engin innflutningur. Þannig að það er engin verðbólguþrýstingur í dag. En hins vegar má spyrja þess að því að ef þú ætti sér fram á það að missa vinnuna þína, að missa húsið þitt, hvort skiptir meira mála að fá smá verðbólguskell eða að tapa öllu þínu? Og ég held að langflestir myndi einfaldlega segja við tökum bara verðbólguskellin til skamms tíma til þess að fá að halda okkar eignum. Hinn gagnrýnin sem við höfum fengið er það að það sé lagalega vafasamt og ég hef aðeins verið að skoða þetta og ég er ekki lögfræðingur sjálfur en ég hef rætt við mér fróðari menn, lögfræðinga sem þekkja þetta mál vel. Og þeir segja mig það að það sé vel og auðveldlega lagalega framkvæmanlegt ef að þeim skilur er fullnægt að það sé fari rétt, að það sé fari jafn við alla. Að það sé ekki verið að mismuna. Ef það er ekki mismunað, þá er þetta mjög auðveldlega lagalega framkvæmanlegt. Að breyta þessum skuldum með... Að breyta og þannig að þín spurning hvort það hægt með pennastriki, þá er það hægt með pennastriki. En maður segir, skuldbreytingin sjálf, hún þarf ekki að kalla á henni peningaprentun. Skuldbreytingin, hún hefur þann kost, hún kostar ekki neitt og hún er sjálfkrafa þannig að hún tekur völdin af þessum embættismönnum og þeir vilja vel en þeir að taka ákvarðanir líf og dauða fyrirtækja og lífeyrissjóðnir líf og dauða heimila
þar sem fólk býr, íbúðarhúsnæði, og tekur völdin af þeim og kostar ekki neitt. En svo er það sem Jón hefur lagt til er að fara að gera eitthvað lengra og að Seðlabankinn eins og Jón hefur gert í útlöndum fara að lána beint til fyrirtækja og þá komum við inn á verðbólgusjónarmiðin. Hvernig sérðu það fyrir því? Það er líka eitt hérna sem mér finnst undarlegt við að fylgjast með umræðinu hérna, hver er mismunum umræðinu hér og erlendis. Ef þú skoðar Seðlabanki í Bretlandi, Bandaríkjunum, Þýskalandi, Japan og alls staðar, þá var allir sagt að við erum hættir af ágjöra verðbólgunni, við erum hættir af ágjöra gæði veða, okkar hlutur ekki að slökkva eldinn. Til að slökkva eldinn þurfum við að auka lausafjármagn í kerfinu, við þurfum að lækka vexti, við þurfum að ganga og við þurfum að hafa peningin í bankana og Seðlabankur fann að lána fyrirtækjum beint í sumarlöndum. Það er litið svo á að það skiptir meira máli að slökkva eldinn heldur en deilt verðbólgu og veð og slíka hluti. Hérna á Íslandi finnst mér umræðan vera dálítið að kannski mótast af eldri viðhorfum sem kannski eru rétt þegar ástandið er eðlilegt, en það ástandið er ekki eðlilegt. Það svo menn séu að deila kannski að raða slöngunum fyrir utan húsi hjá þeir þegar það brenna, eða deilin hvort þú heldur á miklu vatn og eldan á húsinu í staðinn fyrir að einbeita sér af því að slökkva eldinn. En við erum að fara alveg þveröfuga leið, það erum við að hækka vextina hérna upp í 18%. En má ég svara, það eru tvær kreppur, það er gjaldeyriskreppan og vaxtahækkunin 3% þarna daginn var hluti af pakkanum til þess að endurlífga krónuna. Og það getur verið að það séu mistök, við vitum það ekki sko, en þetta er tilgangurinn með því. En svo er hinn kreppan að heimilin er að fara á hliðina og fyrirtækin er að fara á hliðina og það er sjálfstætt vandamál. Það er tveins konar eldar í gangi sko. Og svo vaxtahækkunin, það má réttlæta með þessu, það getur verið að það skiptir ekki máli, það er alveg eins og hægt að skilja vextina og breyta, en þetta er hugsunin, sko, þetta er endurlífgun krónuna sem á að fara að fljóta, en svo eru fyrirtækin að fara á hliðina og það er akút krísa fyrir þjóðina, sko. Það er bara alveg hræðilegt sem er að gerast hérna. Og vaxtahækkunin alltaf virkar alveg skelfilega þar. Þess vegna er þetta svo erfitt mál, sko. Þess vegna erum við í þessari klemmu. En þessi vaxtahækkun, hún er mörgveldi sérkennileg, hugmyndin er sú og kannski miðað við það hvernig hlutin virkir í eðlilegu árferði, þú hækka vextina, þá dregur upp peningin í landið. Það virkar þegar allt er í lagi. En í dag þá held ég það að þessi nokkra prósenta hækkun, hún mun ekki hafa mjög lítil áhrif að draga peningin í landið. Þeir sem vilja að koma peningin, gera hvort þeir sem vilja það ekki, halda sig í Bretlandi. Og það sem ég held að vera vandamáli á gjaldeyrismarkaðnum með það eru nokkur hundruð milljarðar, við veitum ekki hver talin er, 300–500 milljarðar af peningum sem vill fara út og ætlar að fara út sama á hvaða gengi. Og þangað þessi peningur fær að fara út, að þá verður þrýstingur á krónuna. Þannig að ég myndi halda að það verið skynsamlegt að leyfa krónunni að finna jafnvægi þannig að það stungið á þrjú bólu, að peningurinn flæddi til útlanda, útlendingar myndi bara fá mjög vont gengi. Þegar peningurinn er farinn, að þá mun innflutningurinn fara að skipta máli, þá fyrir peningurinn komin og þá mun krónan hækka aftur. En erum við þá ekki að tala að krónan tæki alveg svakalega dýfu? Jú, þess vegna er tilorkagíl og svona mikilvægir, því að það mun valda skelli á fyrirtækjunum heimilin og það er eitthvað sem er að takast á, þannig að þú gerir tvo hluti á sama tíma, þú leyfir útlensku peningum útlendinga í Íslandi að fara út eins hratt og hægt er, því að áður en þeir eru bara vinsæl. Þeir þurfa að fara út. Já, þeir þurfa að fara út og það mun ekkert leysast fyrir þeir að fara út. Ef þeir fara út, en það mun valda skammtíma vandamálum fyrir heimilafyrirtækin. Þannig okkar tillögur miða því að passa upp á það að heimilin og fyrirtækin fari ekki á hausinn. En ég held sko þó að maður fari í hina leiðina sem er að hefta fjármagnsflutninga til þess að þessi skellur verði ekki eins mikill, þá er þessi gjaldþrota hrina samt að fara í gang. Af því að þetta raunhagkerfi, sko, fyrirtækin og atvinnan er að gefa eftir. Óháð því sem gerist með gengi núna, hvort vextir eru 13%, 18%, svo að það þarf að gera eitthvað núna. Þetta er svona hætta og hætta á raunveruleiki, ræðilegu raunveruleiki sem er að bresta á. Finnst þið stjórnvöld vera að fara á hægt? Þið megið alveg segja það. Það er eitt merkild við að horfa á þetta. Kreppan á Íslandi, hún fylgir kennslubókunum. Ef maður þekkir hvernig krísur hafa spilað í Asíu og Suður-Ameríku, það fyrir ákveðin ferli í gang, okkar krepp, hún fylgir ferlinum. Hluti af því eru röð mistaka sem íslensk yfirvöld hafa gert. Og íslensk yfirvöld virðast bara einfaldlega vera að fylgja kennslubókunni í því hvernig á ekki að bregðast við kreppu. Býtu þú meinar? Við erum að tala um mistök. Endurtaka mistök sem hafa verið gerð. Endurtaka mistök sem hafa gerð rannsókn. Og ég myndi að halda það að í heiminum í dag eru til menn sem hafa fengist við kreppur erlendis, bæði Skandinavíu og í Hong Kong og annar staðar. Þetta eru háttvirtir embættismenn sem stýrðu sínu stofnunum vel í gegnum kreppuna. Að fá svona aðilega til að koma inn, kannski í stól seðlabankastjóra til skamms tíma, væri miklu betri leið heldur en það sem er að gera í dag.
En segiði mér, sko, það er eitt sem að stendur rosalega í fólki, sko, við höfum verið að tala, sko, það höfum verið að tala mikið um þessi gengistryggðu lán sem að, og náttúrulega undir eins og krónan kemst í eitthvað lag, þá er svo sem allt í lagi fyrir fólk að borga af því, ég meina, þú veist, ef að krónan er ekki allt of lágt skráð, en það er náttúrulega þessi verðtryggðu lán, ég meina, þessi verðtrygging, þetta íslenska fyrirbæri sem við sitjum uppi með hérna, það er það sem hvað getum við gert til að losna úr þeim klóm? Það sem til langstíma er að hafa gjaldmiðil sem að traustari, sem maður getur treyst, sko, að fara ekki á flug hverja sem er. Ef maður hefur gjaldmiðil sem maður getur tekið lán í og treyst í að hann haldi sínu verðgildi, þá myndi það hjálpa. En hins vegar það afnema verðtryggingu, það skapar annan vanda sem ég sá að vextirnir munu þá endurspegla verðbólguna miklu meira. Þannig að þegar það kemur verðbólguskellur, þá eykst afborgunarbyrðin miklu fljótar. Nú er það höfuðstóllinn, sko, sem að eykst. Það er auðveldara fyrir mann sumu leyti að... En maður eignast aldrei neitt. En maður átt fyrir, sko, hverju mánuði, kannski frekar átt fyrir afborgun. Lénsmaður eða eitthvað svoleiðis, sko. Leiguliði rétt. Það væri frábært í framtíðinni, það væri hérna gjaldmiðill, þannig að maður vissi hvað maður skuldaði og þetta væri ekki alltaf fleygi ferð, sko, umhverfum manns. Það var það ekki bara núna, heldur líka síðustu 5 árin, sko. En eftir að segja að við þurfum að taka upp annan evruna? Það væri óskaplega notalegt að hafa gjaldmiðil sem maður alltaf vissi hvað maður skuldaði og spyrði mig. Viltu taka upp evruna? Þetta er pólitísk spurning það hvort við höfum gangið í Evrópusambandið. Við vorum búin að segja það var ekki pólitíkin núna. Ég held að hérna, sko, það getur vel verið að hjálpa til að taka evruna upp, en það verður ekki gert nema gangin í ESB og það er pólitísk spurning og það verður ekki gert í dag, það verður ekki gert á morgun. Þannig að það getur vel verið að þjóðin lítur svo að sín langtíma lausn sé Evrópa og sé evran, en það leysir ekki vandamálið í dag. En segðu mér, sko, þú varst með fyrirlestur, Jón, daginn. Þú segir að við höfum verið með módel sem að gekk ekki upp í sambandi við peningamálastefnu, við þessar miklu áhættusækni, en þú vilt samt að við förum aftur í að einkavæða bankana. Sko, ég er nógu gamall til að muna eftir því að eina leiðin til að fá peninga að það þurftur að hafa flokkskírteini. Ef þú ert alþýðuflokksmaður, þá fórst í Alþýðubankann, sjálfstæðismaður í Landsbankann og framsóknarmaður í Búnaðarbankann. Og ég held að versta sem mögulegt er það við sem í kerfi það sem aðgangur af fjármagni sé stjórnað af stjórnmálaflokkunum. Ef þetta kerfi verður ríkiseign og líka ef að svo leið verður farin að vera með gjaldeyrishöft að einhverju leyti, þá mun það þýða það að Seðlabankinn, mun það þýða það að stjórnmálamenn munu taka þátt í að skammta þetta. Það þýðir spillingu. Og við höfum vonda reynsla af þessu í marga áratugi og ég held að það sem við eigum að forðast í lengstu lög er það að láta bankakerfi vera í höndum yfirvalda í staðinn fyrir höndum einkaaðila. Hins vegar er það algjörlega rétt að bankarnir gengur langt í að taka áhættu, en við þurfum að líka hugsa að bankarnir að vinna innan þessi reglugerða umhverfi sem yfirvöld skapa þeim. Ef að yfirvöldin leyfa bönkunum að vaxa eins mikið og hægt er, þá kannski vonar eitthvað gerist. Það er hægt að haga reglugerða umhverfinu fjármálastofnunir á þann hátt að þeir geti ekki tekið þessa áhættu. En eftir að segja að þú viljir að fá bankana í hendur bara núna á morgun eða eftir mánuð? Bankarnir þurfa að fara í enga eins hratt og hægt er. Það er ekki hægt að gera í dag, það er ekki hægt að gera á morgun, en það er hægt að gera eins hratt. En við verðum að passa okkur að þessi fari ekki hendunar á einhverjum vinum flokkana og einhverjum glæframönnum, eins og segjum, en við sá bara lífritaðan Stefán sér náðan skuldasöfnun, þetta segir nátt allt. Það er líka alveg rétt. Gylfi og Jón, ég þakka ykkur bara hjartanlega fyrir að koma. Við fáum hér Steingrím og Sigfússon rétt á eftir.